Og ef þú ætlar ekki að gera það og ætlar að nýta þjónustuna með hefðbundnum hætti, þá ertu að borga hæstu leikskólagjöld á landinu. Ég held að upplifun fólks að því að það sé bara allt í bestu málum í Kópavogi komið að einhver leyti frá því bara svona athyglisleysi fjölmiðla. Reykjavík fær rosa mikið fókus, rosa mikil athygli á Reykjavík. Og þú veist, nema fólk sé eitthvað svona markvisst að setja sig inn í málin í sínu sveitafélagi, að það fer það bara eftir því sem það heyrir í fjölmiðlum. Og það heyrir aldrei af neinu sem að í Kópavogi, að þá það kannski tilfinningin að það sé allt í lagi. En þegar maður byrjar að skoða málin, að þá sér maður að það töluvert af svona grundvallar þjónustu sem bara töluvert mannrækt. Og það ýmislegt í því svona ákvarðanatöku í bænum sem er svolítið sérstök með þær aðstæður sem við erum í núna. Það er til dæmis engar óhagnaðardrifnar íbúðir í Kópavogi. Biðlistar fyrir þjónustu við falla til dæmis er mjög langur. En það er ráðningabann. Þannig að þú veist, það er verið að samþykkja umsóknirnar en svo gerist ekki. Svo gerist það ekki, ef þú ætlar ekki að gera það og ætlar að nýta þjónustuna með hefðbundnum hætti, þá ertu að borga hæstu leikskólagjöld á landinu. En mér finnst það hafa gengið alltaf langt í Kópavogi að velta þessum kostnaði yfir á foreldra. Og það sem meira er í rauninni að þú veist, þau sem eru ekki að nýta gjaldfrjálsa leikskólann eru að niðurgreiða þjónustuna fyrir þá sem nýta gjaldfrjálsa leikskólann. Það finnst mér til dæmis mjög ósanngjarnt. Og mér fannst alveg blasa við sem og hafði í huga yfir árið. Þetta er alveg peningur. Þetta er tala sem enginn getur reiknað. Nei, allavega ekki við tveir.